Já, við ætlum sem sagt núna að fara yfir verkefni 3 sem er fyrsta verkefni í CSS og það fylgir bara sama skipulagi og fyrir verkefni að það er með einhver markmið og það er í raun að tengja CSS við HTML er helsta markmið. Það er bara hvernig setjum við útlit á HTML-ið okkar sem við byggum til í verkefni 2. Síðan er það svona hvaða aðlaganir á HTML miðað við það að við erum búin að vera að hugsa HTML-ið okkar út frá merkingafræði að þegar við fyrir að vinna með útlit í gegnum CSS þá þurfum við ofta að breyta hvernig struktúrin er á HTML-inu okkar til að ná fram því útliti sem er gefið eða við viljum fá fram og síðan notkun á þessum grunn CSS virkni með box-módelinu, visual formatting módelinu og svo letri og litum. Og þetta vantar í raun að taka líka fram stærðir og einingar af því við erum að fara að vinna líka með mismunandi einingar. Lýsingin er bara, þetta er framhald af verkefni 2 og nýtir sýnilausnina að henni, þannig að það sem ég er að sýna ykkur núna byggir á sýnilausninu sem ég sýndi ykkur áðan og ég er búin að breyta henni að einhverju leyti en setja samt fram útliti ofan á hana. Það er gefinn grunnur að útlitinu í Styles CSS skrá og þið ætlið að nota það og þið ætlið að setja allt CSS eitthvað þangað inn. Bæði bara til þess að þið setja það þar inn og læri bara að setja það þar inn og líka bara til þess að einfalda yfirferðina núna í þessu verkefni. Þetta er bara allt eins í yfirferð. Þar inni eru fullt af athugasemdum og ég ætla bara að skoða þetta allt með ykkur á eftir og ég ætla bara að sýna ykkur og byrja verkefni með ykkur. En í grunninum, það er líka smá grunnur á index HTML sem byggir á sýnilausninni en er ekki alveg eins. En þið fáið sett aðgang að sýnilausninni núna á föstudaginn eftir að skilin renna út á verkefninu og þá getið þið nota hana eða haldið áfram með ykkar verkefni. Það er kostur og galla við bæði, þið bara metið það og getið þá skoða það yfir helgina, svo komið þið á mánudaginn, búin að skoða þetta, förum yfir þetta hérna í tíma og þið hafið síðan næstu viku til þess að vinna þetta áfram. Hér er bara nokkur punktar í hérna undir grunnur, bara almennt skal gilda, ég ætla ekki að vera að fara yfir þetta sérstaklega, þið bara skoðið þetta, en kannski helst er að þið ætla að sækja ákveðnar leturgerðir og setja þær upp. Síðan er útlit og það er gefin fyrirmynd, það er gefin skjáskot sem eru tekin í 1000 pixla breiðum Firefox favara í fyrirmynd möppunni og þetta eru bara myndir. Og síðan er lýsing í framhaldinu á því hvernig hver og ein í raun síða og partar á síðunni eigi að líta út. Þannig eins og hérna er valmynd og valmyndin er efst á síðu og fylgir þegar skrunað eða skrollað er. Þannig að þar á að nota eitthvað sem að fixar hana, position fixed er það sem á að nota þar til þess að festa hana efst á skjáin í öllum tilfellum. Hún á að ná yfir alla breidd skjásins sem gefur til kynna að width eða breiddin á henni að vera 100%. Og svo framvegis. Þannig að ég tek svona fram punkta fyrir punkta hvernig útlitið á að líta út. Svo er þetta í raun fyrir almennt, þannig að það er í raun fyrir meginmálið, fyrir valmyndina, fyrir haus á síðunni eða headerinn og síðan fyrir fótinn eða fúturinn og síðan er tiltekið fyrir hverja síðu fyrir sig. Forsíðan, hún er aðeins öðruvísi. Það er aðeins þar og það er bara aftur punkt eftir punkt það hvernig það er. Síðan kemur síðan, hún er ákveðin, hún er frekar einföld, hún byggir í raun bara á öllu því hvernig headerinn og navigation og fúturinn lítur út og svo er bara meginmálið er bara nokkuð basic. Svo kemur sýningarsíðan og skráningarsíðan og svona. Síðan kemur hérna takmarkanir og þá er í raun bara tæmandi listi af CSS reglum sem þið megin nota til þess að búa til þetta viðmót. Og þá er það kannski sérstaklega hérna. Þið megið eingöngu nota display block og display inline block. Þið megið ekki nota display flex, af því að display flex er eitthvað sem ég ætla að bæta ofan á þetta. Við ætlum að ræða það sérstaklega. Þannig að við erum að æfa okkur núna í svona svolítið gamaldags CSS sem er samt ekkert það gamaldags með við hi.is vefinn eins og við sáum áðan. Og við ætlum að nota font style, font size, font weight. Þannig að þetta er alveg nokkur eigindi en þau eru samt ekkert það mörg. Þannig að öll þessi hérna eigindi, og þetta er aftur það sem ég segi, CSS er einfalt svona syntaxlega séð. Þetta er ekki, þið lærið það bara hvernig á að skrifa gilt CSS á bara klukktíma. En að ná að beita CSS og nota og skilja allar reglurnar sem er hægt að búa til og eru skilgreindir í CSS staðlinum, það tekur mörg ár.
ég ætla að segja að það tekur eilíðina, þið náið þið aldrei þegar CSS það flókin vera að þið eru alltaf að læra CSS og ég er aðeins að grínast en samt ekki ef að þið finnið það hérna ykkur finnst gaman að vinna í CSS ykkur finnst þetta áhugavert það eru ekki margir vefforritarar sem að fari það að sérhæfa sig í CSS og þá meina ég virkilega sérhæfa sig og ég get talað á fingrum annarar handa þeirra aðilar sem ég hef unnið með í næstu 20 ára ferli mínum í vefbransanum í Íslandi sem eru framúrskarandi CSS forritarar þeir eru held í 5 af öllum þeim sem ég hef unnið með ég hef unnið með sko 100 manns þannig að vera góður í CSS virkilega góður í CSS tekur rosalegan tíma og athygli og bara nákvæmni og bara það er hægt en það er sko þetta er svona alveg svona S-kurva þeir eru lélegir í CSS þið verður svona sæmilegir í CSS og flestir hætta þar eru bara svona sæmilegir ég get skilið CSS eitthvað svona ég er bara forritari ég kann ekki að gera CSS ég er ekki hönnuður eitthvað en svo getur við orðið virkilega góður CSS forritari það tekur ógeðslega mikinn tíma og effort en það er alveg það er markaði fyrir þannig fólk þannig að bara ef þið hafa áhuga ef þið finnst það og ykkur langar að skoða meira og langar að læra meira þá getur þið heyrt í mér og ég get alveg bent ykkur á hvað þið getið gert í framhaldinu til þess að fara á dýptina í CSS og hvað það þarf að skoða það er vegferð þið eru að fara í langa vegferð þegar þið ætla að velja það allavega smá svona auka þannig en það sem ég var að reyna að segja þetta er ekkert rosalega mikið af eigendum sem við erum að vinna með þetta eru þessi display þessi box border margin padding width height min height min width max width color background font eigendin reglurnar og position svo left, right, top og bottom til þess að staðsetja hlutina text align, text decoration, text transform þetta er komið þetta eru 4 hópar eiginlega sem er þetta að setja þetta í þetta er þess að eiga við textana þess að eiga við bakgrunnin þess að eiga við display eigendin og display block og svo þess að eiga við position við visual display formatið svo bara aftur þið setjið þetta upp eins og áður þið búið til vefinn og setjið upp á Netlify skilið eins og áður með zip skrá og þetta og svo er matið hérna á því hvernig þið setjið þetta þannig það er ekkert meira hérna ok, þannig nú ætlum ég að sýna ykkur fyrirmyndina sem þið ætla að vinna eftir og það eru bara PNG skjöl sem eru hérna inni og það er bara ykkur hérna sjáu þið hvað þetta fara að líta vel út bætist við ein mynd hérna fyrir forsíðuna og svo getið skoðað hérna niður og þá sjáu þið hérna búið að setja lit á þetta er orðið allt annað skráningarsíðan þá er búið að hópa þetta aðeins saman, breyta letugerðinni hérna, setja fyrirsagnir, láta þær standa aðeins út og hérna litar takki og allt, sýningartöflurnar, þær eru hérna, þær eru svona zebra color, þar að segja þær eru mismunandi litur eftir því hvaða röð er, þannig að fyrsta röðin er með bleikum bakgrunn eða svona bleikur rauðum, næsta er ekki með neinum bakgrunn og svo framvegis og þetta er svona og svo er umsíðan frekar svona einföld. Það er bara stór fyrirsögn þar sem allur textin er í hástöfum og svo kemur fyrirsögnin, svo kemur textin bara í paragrafum og svo er svona, það dreigir svona, það er pláss á milli þessa seksjóna sem eru gefnir upp á síðunni. Ok, svo er ég bara með hérna í raun sýni lausnina mína keyrandi, þar sem að kemur aðeins svona, þið sjáuð betur hér að þegar ég er núna að byrja með þetta og ég sé hérna efst er valmyndin, hún er núna först efst, þannig að þegar ég skrolla niður þá fylgjur hún mér alveg. Síðan kemur í framhaldinu stórt svæði, bara flenni stór mynd sem fyllir upp í allan skjáinn og ofan á henni er þessi inngangsteksti sem er listasafnið, hann er í all caps, síðan kemur eitthvað auka bil hérna á milli, velkomin á listasafnið, auka bil á milli, komdu að skoða list, upprópunarmerki, nánar starfsemina sem er linkur. Þannig að þarna er ég búinn að breyta einhvern veginn, þannig að það er komin mynd þarna bakvið, en þessa mynd ætlum við ekki að setja inn í HTML-ið eins og hina myndirnar, þessa mynd ætlum við að setja inn í gegnum CSS. Og hann ætlum við að stilla til, þannig að þið sjáu að þegar ég skrolla, þá helst myndin
fixed, hún föst, þannig að það kemur svona effekt eins og ég sé að skrolla í burtu. Ég hef örugglega séð þetta á einhverjum öðrum vefum, en ég svona skrolla í burtu og þá kemur efnið svona yfir myndina. Svo kannski sjáu þið líka, það eins og það svona smá svart slikja, kannski kemur ekkert svakalega vel fram á þessum skjávarpa hérna, en þessi mynd til dæmis hérna, það mynd í myndinni, þess að myndin að mörgum listaverkum og eitt af listaverkunum bara mjög hvít mynd. Þannig að ég geti ímyndað ykkur að ef það var ekki þessi svarta slikja, þá var ég núna með hvítan og hvítan sem gerir textan ólæsilegan þegar hann myndi leggjast ofan á þessa stærð. Þannig að það sem gert að það sett hérna, og ég ætla bara að sýna ykkur það hérna í fljótu bragði. Það sett eitthvað hérna sem ég kalla hérna div class protection. Ef ég eyði því, þá sjáu þið hvað ég að meina. Sjáu að ég legg þetta yfir hérna, það partar af myndin eru hvítir og þá hérna eins og hérna stendur FN, að það leggst yfir hvítan fleka eða þess að hvítan part af myndinni, þannig að þetta hvítur og hvítan sem verður ólæsilegt. Þannig að það sem að þetta protection gerir að setja hálf gegnsæjan lit yfir myndina en undir efnið til þess að gera efnið læsilegra. Þannig að það sem að þetta æfing í fyrir ykkur að taka position absolute og setja það yfir element, þannig að við erum að leggja element ofan á element og þá kemur þetta að við erum með bakgrunnsmyndina, við erum með hennan protection layer og svo erum við með efnið, þannig að við erum farin að vinna með þrívít. Þannig að við erum með þetta seta index sem við þurfum að hugsa þar sem að við erum með, ef ég set þetta protection hérna og það þannig að það kemur yfir textan, að þá myndi textin fá þessu líka þessa gráu slikju sem að þetta gerir, af því að þetta 20% 80% gegnsær svartur litur, þannig með opacity 20%. Að þá myndi það koma yfir og ég geti til dæmis ekki þá blokka textan hérna og valið hann með því að smella yfir hann eða gera command A til þess að velja allan textan. Ok, síðan held ég áfram að skrolla og þá fæ ég hérna og þá sjáu þið kannski svona hvernig þessi kicker kemur og þegar þið séð þetta, við bara sáum þetta HÍ vefnum áðan, að það eitthvað svona, hér eru sýningar og þetta þess að festa, þetta eru sýningar, svo geti fyrirsögnin verið bara eitthvað ótrúlegt að gerast í listasamlinu, en þá veit ég, já, þetta eitthvað tengt sýningu, það eitthvað ótrúlegt að gerast í sýningu, þannig þetta einhver tenging við, þetta svona, oft þetta sett svona sem eitthvað bæði efnislega en oft bara útlitslega. Síðan kemur fyrirsögnin, svo kemur efnið og hérna kemur þetta alveg mjög ljótt, þar að segja myndin hérna, hún einhver hluta vegna valdi sem var að setja þetta upp, að myndin af hérna hurðinni með hvítu hurðinni með svartalþakinu, hún hún í portrætt sem þýðir að hún hærri og textin hérna verður svolítið svona eins og krækiber í helviti, af því að það kemur svo mikið hvítt pláss hérna fyrir neðan hann og svo kemur linkurinn fyrir neðan, svo hin myndin af fólkinu að skoða listaverkin, hún í landscape sem þýðir að þá fer textin meira pláss eða svona, manni líður þannig, en myndin tekur meira pláss, þannig að þetta lítur ekki sérstaklega vel út. Þannig að þetta klárlega eitthvað sem við þurfum að laga og búið að leggja fyrir hönnuðin á þessari síðu og kemur bara í seinni verkefnum að laga þetta. En þið ætlum bara að útfæra þetta þegar það lagt fyrir hér og svo kemur eitthvað hérna skráðið og þetta. Svo kemur neðst fóturinn og í fætinum þessi fölrauði bleiki litur í bakgrunn og svo koma opnunartímar vinstra megin, svo kemur hafðu samband í miðjunni og svo koma samfélagsmiðlar til hægri og þetta svona cirka bát miðjað, þannig að hafðu samband í miðjunni á síðunni og þá það ef ég hugsa mig það að ég dreg línu frá vinstri glugganum á vafranum í hægri gluggan og svo dreg ég línu sem bara akkurat niður miðjuna og þá myndi ég vilja að sú lína myndi fara beint í gegnum hafðu samband efni hérna og þá þetta upp á það að miðja hluti. Síðan þegar þið farið að vinna með hönnuðum einhvern tímann, að þá eru hönnuður mjög bara eitthvað, þetta á að vera miðjað og þá segir þú sem vefforritari, já en þetta miðjað, nei, þetta 1 pixel of langt til vinstri. Af því að þau sem vinna alltaf með svona visual miðla eru mjög fljót að spotta eitthvað sem off. Maður getur líka gert það hérna, ég sé að það eitthvað smá ójafnvægi. Við skulum sé hérna ójafnvægi á milli þess hvernig myndirnar eru hér, veldur svona ójafnvægi í þessari hönnun.
og þetta náttúrulega bara gert af mér og ég ekki hönnur, þannig að nú spila ég því spjaldi, ég bara saklausu vefforritari að reyna að búa til verkefni sem að æfir þá parta af CSS sem að þið þurfið að læra. Svo fyrir við yfir á listasafnið og þá það bara einfalt hérna, en þetta fast hérna, sýningar, þá hérna, það bara birtist töflurnar með þessu sem ég sagði áðan með að það mismunandi litur hverju röð og svo skráningu og þá þetta hérna og þá sjáum við að þetta svona cirka bát hver reitur tekur helmingin af því plássi sem þetta boða í meginmálinu. Það kannski eftir hérna að meginmáli hérna í raun takmarkað. Þannig ef ég núna zooma út þá sé ég að valmyndin, hún alltaf miðjuð á skjánum og efnið hefur bara ákveðið pláss. Það hefur ekki allt pláss yfir allan gluggann. Þannig að þarna svona byrjað þetta, ég takmarkað þetta einhver leiti, en síðan samanleiti ef að ég zooma inn að þá svona þetta í lagi, en síðan fara hlutirnir að brotna út af því að þessi uppsetning á útlitinu hérna, hér kemur föst valmyndin, hún föst og tekur núna bara cirka 50% af skjánum og leggst ofan á allan texta sem gerir lestur á þessu öllu að þetta bara hræðilegt. Þannig að þetta ekki responsive. Og við getum séð það enn frekar með því að fara hérna, zooma þetta út og fara hérna í responsive og þá get ég minkað þetta bara niður í, ég geti látið eins og þetta sé á iPhone 12 og þá þetta sama, að allur textin hérna fyrir yfir. Samt sem áður, ef það væri ekki fyrir þessa valmynd, þá væri þetta bara fínt. En við förum kannski hérna í töfluna og þá sjáum við að taflan hérna veldur því að það verður horizontal scroll til hliðar út af því að það í raun ekkert búið að gera, þannig að öll síðan fyrir að taka svona, hún verður skrítin hérna. Þannig þetta allt í lagi að vilja við reynum að laga þetta? Nei, þið alls ekki að reyna að laga þetta. Þegar ef þið reyna að laga þetta með þeim tólum sem ég að setja í hendurnar okkur núna, þá munið þið gráta ykkur í svefn og hata CSS að eilífu. Þannig þið ætlið bara að horfa á þetta í cirka 1000 pixla stórum vafra sem ég með hérna og þetta á að líta bara svona út. Þegar síðan munum við halda áfram, þannig ég svona að reyna að partitiona þetta efni sem við förum yfir og þegar svo á endalum verður þetta allt responsive og fínt. En við erum bara að gera það í skrefum. Allt í lagi? Jú, en sko, ef við horfum að þetta aftur hérna og ég með þetta hér, að ég með horizontal scroll ekki per töflu heldur á breiðustu töflunni, þannig að fyrri taflan breiðari, hún veldur því að allt efnið horizontal scrolling sem að þýðir að ef þetta væri rosalega mikið efni, svo kemur einn tafla, hún sprengir layoutið. Það að segja allt efnið og það sést best hérna á því að fóturinn ekki með alveg hérna, bakgrunnsmynd, lit, alla leiðina, út af því að þetta hérna búið að segja allri breiddin á síðunni að verða jafn breið og breiðasta elementið sem breiðasta taflan. Þannig að þetta svona, kannski erfitt að lýsa þessu í orðum, en þetta veldur því út af því að það ekki sem takmarka töflum og segja, heyrðu, ef þú myndir þurfa að vera með horizontal scroll, þá ætti þessi tafla eingöngu vera horizontal scrolling. Þá myndi næstu sýningar hérna fyrirsögnin vera föst, en ég myndi eingöngu horizontally scrolla efnið inn í henni. Og þannig hafið þið örugglega séð á, þú veist, að þegar töflur í responsive bara eitt erfiðasta til að láta virka vel í responsive. Ok, þannig að ekki hugsa þetta hér. Þið sjáu þetta í minni breiddum og þá segið nei, ekki núna. 1000 pixlar það sem þið ætlaði að vera að horfa á. Og helst bara ekki í þessu, heldur slökkum bara þessu og horfum á þetta svona. Og svo hérna skráningin. Ok, ég búinn að tala alltaf mikið því ég ætlaði líka að reyna að byrja á einhverju. Þannig að ég ætla bara að vera núna svolítið fljótur og bara koma okkur á stað og ég ætla að segja hérna code, download zip. Þannig ég ætla að downloada bara öllu verkefninu sem zip. Ef þið eru farin að skoða í Git þá getið ég klónað þetta repo og opnað þetta þannig. Ég ætla að fara hérna og ég ætla bara að show in Finder og opna þetta og ég ætla að fara í Visual Studio Code og ég ætla að fara í Open Folder og velja folderin sem ég var að sækja þetta í Downloads. Það hérna og ég ætla að opna þetta. Ok, þá fáum við hérna index.html sem með einhverjum ákveðnu svona algjöru beinagrind af efni og ég ætla bara að opna það í live server. Þá ætla að opna
í ark og kopja, loka ark og þetta er opnast, við býðum eftir þessu, ok, lokum, svona, ok, förum hér, nýr tab svona, wow, nú ætlum ég að reyna að hafa hérna sem sagt, ég lokaði, nei, ég lokaði ekki, ég ætla þessu, svona, þannig að núna er ég með vafran hérna til vinstri á skjánum og hægra megin á skjánum sé ég Visual Studio Code og núna er ég með eitthvað styles hérna en fyrsta sem það þarf að gera er hvað? Ef ég segi eitthvað hérna eins og miðað við það sem við erum búin að skoða að ég ætti að geta sagt hérna background color pink á HTML elementið og þá ætti alltaf að verða bleikt og það gerist ekki. Já, akkurat. Þannig ég þarf núna og það er hérna sett komment í HTML-ið þar sem að það þarf að vísa í CSS-ið. Þá ætlum við ekki eins og dæminu voru áðan að setja það svona inline með style elementinu og setja þar inn, heldur alltaf að vísa í með því að link rel style sheet rel attributi hérna segir relation, þannig að það er að segja hér er lýsigögn fyrir HTML-skjalið, það er linkur, þessi linkur fer yfir í style sheet og það style sheet á hrefið styles.css. Vista það og nú sjáum við að vefurinn breytist, þar að segja viðmótið breytir útlit. Nú fæ ég ekkert margin hérna á milli, það er bara allt efnið er bara einhvern veginn pússað saman. Það komið bleikur bakgrunnur og nú fer ég í style CSS og ég fjarlægi background color pink af HTML elementinu og þá fá ég hvítan lit. Þannig að núna er ég bara komin að þann stað að ég þarf að velja hvar ég vil byrja og ég kannski bara svindla smá og hoppa hérna yfir í sýnilausnina bara hérna og ég ætla að fara bara hérna, laumast hérna, næ mér í nav, enginn að fylgjast með hérna, laumupókast og ég ætla að setja það svona og nú er ég komið með þess að nafið eins og það á að vera og ég ætla bara að segja, ok, ég ætla að byrja á því og ég ætla að fá það svona fixt uppi. Þannig að það er bara svona, ok, hvað er? Ég ætla kannski fyrst aðeins að fá meiri sens á efnið í síðunni, þannig ég ætla aftur að, ég ætla aðeins að laumupókast aftur yfir í hérna sýnilausnina og ég ætla að fara hérna í bara til að fá mikið af efni, þá ætla ég að fá hérna allt þetta efni hér og ég ætla að setja það í staðinn hérna, þó svo þetta sé ekki efni á forsíðunni. Það er bara til að fá eitthvað chunk af efni til þess að fá aðeins sens á það hvernig þetta er að líta út. Ok, og nú er ég með hérna að grunnstærðin mín eru 16 pixlar og 16 pixlar er þá 1 bil í öllu það sem ég segi, svo að vera 1 bil á milli, þannig að við sjáum hérna til dæmis að það er ekki 1 bil á milli hér. Þannig að það er eitthvað sem ég myndi þurfa að leysa á einhverjum tímapunkti. En ég ætla að byrja á því að fá eitthvað sens á útlitið á þessu og þá er hérna að við sjáum hérna að þessi hérna gaur, fóturinn, hann tekur allt plássið og hann birtir hérna þannig að þú veist sama hversu breiður vafrinn er, það er alltaf alveg bleikt, alveg bleikur bakgrunnur, alveg frá vinstri til hægri á fætinum en efni fyrir ofan er takmarkað einhverju leyti við eitthvað annað. Þannig að við skulum reyna að fá eitthvað svoleiðis svona og þá ætla ég bara að setja eitthvað í fót hérna, ég ætla bara að segja eitthvað smá efni svona, þannig ég bara komið eitthvað í fætinum hér og þá sjáum við líka að fóturinn hérna, hann er ekki alveg neðstur, hann er ekki alignaður við botnin af vafranum eins og fóturinn ætti að vera. Þannig að þá er gefið hér þessi wrapper og þá er wrapper oft notað sem, stækka þetta kannski aðeins og við sjáum hverjast betur, að það er svona eitthvað element sem við setjum utan allt efnið okkar til þess að stýra layoutinu að einhverju leyti. Og það sem ég vil ná fram hérna er í raun að fóturinn fari alveg neðst á síðuna, meginmálið taki allt auka pláss og headerinn sé hérna fyrir ofan og það sé hugsanlega eitthvað bil á milli eða eitthvað hérna. Þannig að þá er þetta gefið hér. Þannig að það er þessi wrapper class. Þetta er þá selektor sem er með punktur wrapper. Þannig ég fer í HTML-ið
og ég tek efnið sem að ég vil láta fá hérna þennan wrapper og ég segi div class wrapper loka og ég umlyk öll þau element sem að þetta á að eiga við þannig að það alveg niður að footer vistu það og þá gerist eitthvað hérna ok, það reyndar ég að skrolla það einhver ástæða fyrir því en þá sjáum við hérna efnið sem í footernum komið núna alveg neðst það komið eitthvað bil hérna frá beint í efni yfir í navigationið og navigationið hérna þetta eitthvað svona, ok, það eitthvað að gerast þetta en þetta ekki alveg það sem við viljum þannig út af því að við erum með þetta beint í efni hérna og við viljum ekki að það sjáist þá gefið aukalega hérna hjálparklassi sem heitir SR only sem screen reader only við setjum það á P sem hérna utanum beint í efni linkin okkar vistum það og það hvarf ekki að því ég setti punktin orð með þannig að þetta líka punkturinn í CSS í HTML class attribútinu engin punktur nú vista ég þetta og þá hverfur þetta hér en ef að ég nota skjálesara þá myndi hann vera lesið þetta myndi verða announsað og vera clickable en visually sé ég það ekki ef ég nota display none þá þetta algjörlega fjarlægt og ekki announsað eða þú veist lesið af neinu skjálesara það bara svo þetta sé ekki til ok svo ætlum ég að taka líka nafið hérna og taka það út fyrir út af því að það á að vera fast þá er ekki heima inn í þessum wrapper þannig að þá ég komið með eitthvað hérna ok þetta aðeins fara að haga sér það eitthvað að gerast hérna ég aðeins farin að vinna í þessu layouti nú ætla ég að format document það eitthvað að ok þá segi ég hérna pretty rauður ég gerði það einhver villa í HTML-inu mínu þannig að ég þarf að finna út úr því líka það hérna section ok þannig að núna vil ég fá aðeins sensaða hvað hvað þannig að ég ætla að fara í hérna og ég ætla að segja ok ég með wrapper og hann með eitthvað background color sem bara FF hex-skildi fyrir bara alveg hvítan ég ætla að segja þetta ætlar að vera FF00FF sem svona skemmtilega fjólublár og þá sjáum við allt sem undir wrapper verður svona æpandi fjólublátt á litin síðan ætla ég að fara inn í nav og ég ætla að gefa því líka background color pink þá fæ ég svona fölbleikan hérna uppi svo ætla ég að fara í header og ég ætla að segja background color blue þá fæ ég hérna svona mjög bláan sem það blára að ég get ekki lengur lesið hvað stendur hérna og það kontrastið á milli svarta litsins og blá litsins er lítið og svo ætla ég að fara í footer hérna fótur og ég ætla að fjarlæga þetta to do ég ætla að segja bara footer að ég ætla að velja bara footer elementið og ég ætla að segja background color green ok og þá hérna en þá sjáum við að eitthvað hérna að búa til hvítt pláss hér og þá get ég farið hérna og þá það eitt af því sem gefið ég þessu hérna margin top 4 rem sem þá relative em þið skoðu það eins ég ætla ekki að fara nánar í það en þetta pláss fyrir nafið þegar það fast en ef ég fjarlægi þetta þá sjáum við þetta leggst allt nákvæmlega saman hérna og eitthvað samt að búa til auka pláss sem að þetta ætti að vera bara nákvæmlega 100 viewport height þetta ætti bara að fylla nákvæmlega upp í það eitthvað hérna en við þurfum bara að finna út í því núna í raun komin svona stóru partarnir af síðunni en nú ætla ég bara að fara í það að gera þetta hérna fixed uppi þannig þá fer ég hérna í nav og ég segi position fixed það sem það gerir er að í grunninn í visual display formatting módelinu þá eru öll element eru annarkvort blokk eða inline þau annarkvort taka allt plássið sem þau fá lárétt og næstu element koma lóðrétt fyrir neðan þau eða þá að þau raðast upp í næstu inline element þangað til að lenda á blokkelementi sem býr þá til nýja línu ef ég segi position fixed þá fjarlægi ég þetta element út úr þessu og það verður bara fixed einhvers staðar þannig ef ég vista núna þá verður það fixed út frá eitthvað hérna þannig við sjáum bara það er núna fast alltaf einhvers staðar á síðunni
Það er svona frekar eitthvað hana, en ég ætla að segja að það voru fixed uppi top 0, left 0. Þannig að það á að vera í hnitakerfinu á vefnum, þá er efsta vinstra hornið 0,0. Og svo erum við yfirleitt ekkert að eiga við þetta eitthvað það mikið að við erum að fara að breyta þessu, en ef ég segi topp 100 pixlar, þá fer það 100 pixlar frá toppnum. Og saman ef ég segi left 100 pixlar, þá er það 100 pixlar frá vinstri hliðinni. Þá sjáum við líka að það er eitthvað svona kúlur á þessu ennþá hérna, þannig að, ok. Top 0, left 0. Þá skrolla ég síðuna núna, þá sé ég hérna að þetta er orðið fixed, en þetta er ekki eins og það á að vera. Þannig að fyrsta lagi, þá vil ég gera hvað? Hvað er svona augljósast ef við berum þetta saman við sýnilausnina hérna? Það er nokkru hlutir, en hvað finnst ykkur vera augljósast sem við ættum að laga? Setja fúturinn í línu. Setja nafið í, þannig að það verði, ok, en núna er það, þannig að það er allt hérna bara forsíða, svo kemur ný lína listasafnið, ný lína sýningar. Ok, þá þurfum við að breyta því hvernig þessi hérna gaurar haga sér. Þannig að ef við förum núna í, þá er þetta, nú er ég að reyna að búa til pláss hérna svo ég geti sýnt ykkur allt í einu helst, að við erum með ul og við erum með li, og það á sér ekkert, það er ekkert hérna, það er ekkert skilgreint, en þetta hérna li er greinilega blokk, en það fyrir nýtt pláss, og ulið býr til eitthvað pláss líka hérna, og við viljum setja þetta í línu, þannig að hvað var það með Visual Display Formatting módelið sem við þurfum að gera til að láta hlutina leggjast upp við hvern annan? Inline block, þannig að ég get þá farið á lið hérna, eða ég get farið bara beint hér, af því að alla breytingar sem ég geri á CSS-nu í gegnum inspect gaurinn hérna, ef ég reloada þá tapa ég þeim öllum. Þannig að það er gott að nota þess að fikta, en ekki til þess að búa til alla lausnina, svo óvart reloadið og þið mistið allt sem við erum búin að gera. Þannig að það er gott að fikta, skrifa það svo inn í hér, inn í CSS skrána. Þannig ég ætla að segja hérna nav ul li, þannig ég ætla að velja nav ul li. Þá vil ég öll li sem er list-iteminn undir ul undir nav. Og ég ætla að segja display inline block. Þá sjáum við hvernig það hættir að fara frá því að vera í raun lóðréttur listi yfir að vera núna láréttur listi þar sem er forsíða og svo í beinni línu kemur beinni línu sýningar, beinni línu skráning og sýningu. Ok, og svo núna ef við skrolla þá er þetta núna fast hérna uppi, en ennþá, það er margt sem er óljóst, ólíkt því sem það á að vera í sýnilausninni hérna. Þannig að hvað er það næsta sem við getum gert? Ef við berum þetta saman, hvað finnst ykkur augljóslega að vera vitlaust? Hafa meira bil á milli, stækka textan, ok. Svo líka hérna að hann er ekki miðjaður. Ok. Þá get ég sagt hérna, nav ul, ég get sagt hér, út af því að þetta er inline block, og hérna er þetta svolítið hacky. Þetta er svona, við gerum þetta yfirleitt ekki svona, við gerum þetta með flexbox, og ég hef eftir að sýningu hvernig við gerum þetta korrétt með við nýjustu tæknivísindi í CSS. En út af því að inline block haga sér bara eins og texti, þá get ég sagt bara text align á ulið sjálft, center. Það gerir ekki neitt. Ul, text align, list style, none. Já, ok. Það gerði eitthvað, en maður sést engin munur. Þetta er miðjað innan þess pláss sem það hefur. En hvað hefur ulið mikið pláss? Ég núna hofra yfir ulinu og ef ég fer hérna í computed, nei fyrir ekki layout, þá sé ég að það hefur 380,75 pixla. Af hverju ræðst breiddin á ulinu hérna? Á þessu boxi sem er utan að það. Ok, já. Þannig ef ég ger þetta hérna og ég skrifa núna meira í fyrsta, þá tekur það meira pláss.
út af því að stærðin á ulinu ræðist nákvæmlega af því plássi sem það þarf til þess að geta byrt öll börnin sín. Þannig að þurfum við ekki bara að stækka plássið og láta það fara alla lengina? Jú, og hvað myndum við þá, hvernig getum við gert það? Nokkrar leiðir, það er bara bæn eitthvað að setja allt inn í til þannig sem það lætur vera alla lengina. Já, nú ætlum við bara, þetta er ein regla og með einu gildi. With 100%. Þannig að þá get ég sagt hérna with 100%. Það gerist ekki neitt. Display block, það er ekki að gerast neitt hérna. Það er eitthvað, ulið er ekki rétti staðurinn til að gera þetta. Út af því að ulið er undir nafinu og nafið ræður því hversu mikla breidda getur fengið. Þannig að ef ég fyrir nafið hérna, ég prófa að gera with 100%, þannig að segja að þetta getur gert tilraunir í inspect. Bara til að finna, ok, hvar á ég að setja þetta? Hér, ef ég set with 100% á nafið, þá er það, nafið er undir bara body, þannig að það er í raun, foreldri þess er öll síðan, og öll síðan á alla breiddina. Þannig að nafið, það er alveg eins og ulið, tekur nákvæmlega það pláss sem það þarf til þess að birta öll börnin sín, en ulið gerir það líka, en er samt bundið af nafinu, af því að nafið er foreldrið og foreldrið er bara að segja ég þarf bara nákvæmlega pláss til þess að birta öll börnin mín, þá getur ekki barnið sagt já en verður samt stærra, út af því að við þurfum að finna þá það element sem að hefur möguleika á því að taka 100% af breiddinni. Og það er nafið út af því að body er með 100% breytinni. Þannig að núna ef ég reloada þá tapa ég þessu öll því ég var bara búinn að fikta þetta í inspect. Þannig að ég þarf að fara núna hérna og segja ok, nav with 100% og seifa, þá kemur það. Þá ef ég tek núna text align center hér þá fer textin til hliðar og þá er hann ekki miðjujafnaður. Ef ég set text align hér þá er hann miðjujafnaður. Ok, þannig að núna er ég farin að skrolla þetta hérna og þetta er farið að líta svona í áttina. Við erum að tala um að stækka leturgerðina. Þá ætla ég að segja nav uli font size og þá er að gefa nákvæmlega hvað það var. Það átti að vera eitthvað, ég man ekki hvort það var 24 pixlar gefið í rem gildum. 24 pixlar, ef ég setja hérna, þá er ég að nota nákvæma einingu. Ég ætla ekki að gera það. En ef ég gerir það, þá stækkar þetta augljóslega, því ég bara segja vertu stærri. 16 pixlar er grunnstærðin okkar og það er svo stærð sem er ef ég á ekkert við þetta. Ef ég segi textarinn 1 rem, þá er það bara 1 sinnum 16. Ef ég vill í raun finna gildið sem að er 24, hvað þarf ég að margfalda 16 með? 1,5. Þannig að þá er það bara 1,5 rem. Og þá fæ ég í raun rétta stærð á textan. Já, ég nota mjög mikið. Það er alveg skipta skoðunum, stundir nota aðrar einingar, en í grunninn er það þannig að þú notar rem og einhver stækkar þá grunnstærðin á síðunni, þá er hlutfallslega stækkar allt í samræmi við það. Þannig að ef ég er með þetta faststætt bara 24 pixlar, svo vill ég stækka alla stærðina mína 10 pixla, þá þarf ég að fara og breyta allstar það sem eru pixlar. En jú, af því að þegar ég zooma þá stækkast þetta hlutfallslega líka og eftir því sem ég er með og hugsanlega geti ég sagt vafranum mínum já, sumir vefi getur sagt 16 sé grunngildið, ég vil að allir texti sé bara 36 í grunngildi af því að ég er með dabra sjón og ég vil bara hafa allt stærra til að sjá það betur. Þannig að það er í raun kostir og ókostir við þetta, þegar svo þurfum við núna að fara að eiga við þetta, þannig að við gerum þetta responsive, þá þurfum við að breyta þess að því að augljóslega ef þetta stækkar, þá passar þetta ekki, þannig að við þurfum að finna einhvern veginn hönnunarlega hvernig á þetta að passa, þannig að þetta líti vel út og fara ekki í marga línur og sé ljótt til þetta skrollar og tekur allt plássið og svona. Þannig að það er síðan bara aftur hönnunarpæling. Ok, síðan er þarna, ok, þú veist, ég þarf að vera með rétta leturgerð, þið ætla að setja inn leturgerðir, það er bara dæmi um það, þið þurfa að fara inn á fonts.google, sækja rétta leturgerðir, downloada þeim, vísa í þar og skoða þetta, setja það upp. Svo er hérna, svo þurfum við að setja smá padding hérna líka, þannig við segjum bara eitthvað, ég held að það sé bara eitt bil sem á að vera í padding, við setjum það, þá segjum við hérna nei, þetta er nú kannski aðeins svo mikið, þannig ég ætla frekar að setja padding 0, 1 rem,
Nei, þetta er kannski fínt, ég veit það ekki, ég er náttúrulega að skoða þetta vitlaust núna þannig ég verð að muna, ég á ekki að vera að skoða þetta svona, ég á að vera að skoða þetta í 1000 pixlum, ok? Og svo er það sem ég nefndir áðan, setja auka bil á milli, þá get ég sagt hérna, margin, left, 1 rem, þá segir hvert einasta item í þessum hérna lista á að setja 1 bil á plássi hægra megin við sig. Þá sjáum við að þá ítum við þeim af því að þá er þetta bara box og boxið er bara að segja ég ætla að vera með margin og margin er þannig að það ítir öllu öðru efni frá sér en heldur í raun bakgrunni þess sem er undir því og meina padding segir hérna ég ætla að fá pláss inn í efninu sem er innan border og margin þannig að það var líka möguleiki en ef við myndum síðan fara að eiga við padding eða eitthvað border á sig þá myndi það geta komið í baki okkur þannig að núna er þetta svona fara að líta en þá er spurning sko er þetta vissulega miðjað það sjáum við hérna ef við skoðum núna öll liðin okkar þá sjáum við hérna þessi með margin right 1 rem 1 rem 1 rem 1 rem kannski sést betur ef við aukum þetta upp í 5 rem að út af því að fyrsta elementið er líka með þá tekur það auka 5 rem sem veldur því að það er ójafnvægi upp á 5 rem í allri jöfnunni þetta er ekki alveg jafnt, þetta er í raun það er of hérna mikið pláss þannig að þarna myndi einhvern veginn þurfa að búa til selektor sem myndi velja annarkvort fyrsta lið og fjarlæga marginið af því eða þá að nota margin right og finna seinasta elementi og fjarlæga margin right af því þannig að þetta er bara eitthvað sem við getum skoðað ég bara skilja ykkur eftir með smá pælingar hérna en núna alveg í lokin þá sjáum við hérna nú erum við komið með þetta er bara að fara að virka ég ætla að taka það sem ég er búin að gera núna ég ætla að vista það og ég ætla að láta ykkur fá það þannig þið þurfum ekki að passa upp á að var ég að muna þetta allt eða eitthvað svona þið fáið bara nákvæmlega það sem ég enda með þetta hérna og ég senda þið tilkynningunum sem kemur á eftir þannig að þið getið bara að byrja frá þessum punkti það sem ég ætla að gera núna er í raun þetta hérna efni að við sjáum núna að það fer alveg hérna út í kantinn og á ekki að vera svoleiðis ég ætla að láta þetta vera takmarkað á breiddina og einhverjar tillögur það hvernig ég geti gert það margin ok, við þurfum að byrja því að finna þetta hvað er að segja, hvað er hérna já, það fer eftir í hvernig hönnuðurinn hafið þetta í huga ok, aðalefnið og hvaða selektor á ég að setja? Main hérna er main og hvað viljum við setja hérna? Margin já þá kemur smá svona já, nú þurfum við að hugsa þetta Prósent líka, 10%. ok, margin 10% já, ég meina, þú veist, það er eitthvað úps ég er að reyna að zooma út hér þú veist, jú, þetta er eitthvað þetta er ekki nákvæmlega, þú veist já, en þú veist, þú ert á réttur stað með þetta ok, þá getur ég sagt, ok, þetta lítur eitthvað skringilega út hvað með 20%? ok, kannski ekki að vera svona heldur ekki margin fyrir ofan þá getur ég sagt margin left 20% og svo getur ég afritað það og sagt margin right 20% ok, og svo hef ég ok en svo minnka ég þetta þú veist, bara, við ættum ekki að vera að minnka þetta en svo stækka ég þetta og þetta er ekki það sem við getum bara sagt er Vafri, fyndu út úr þessu ég ætla að gefa efninu hámarksbreidd eða bara einhverja breidd en ég ætla að segja width 100 pixlar og svo ætla ég að segja hérna auto og auto þá tekur Vafrinn tekur plássið sem ég er búin að tilgreina sem er 100 pixlar hérna sem er augljóslega vitlaust en tekur sig og segir ok ég er svolítið að vinna hérna með 100 pixla efni
ég er með eitthvað 100% er eitthvað ákveðið mikið, margin left og margin right á að vera auto, ég tek þá restin af plássinu, deili það í tvennt og setja vinstra megin og hægra megin. Og svo ef ég minnka að stækka þetta hérna, að þá er í raun alltaf jafnvægi í þessu og vafrinn bara reiknar út fyrir okkur. Hefur það áhrif á responsiveness ef þú hefur það þannig? Já, út af því að ég er með við 100 pixla, ég er að fastsetja breiddina þarna. Þannig að nú er eitthvað annað og þarna er aftur að hugsa eins og vatnið. Hvernig vil þetta vera? Ég vil í raun takmarka þetta þannig að þetta sé að hámarki eitthvað. Þannig að þá hef ég max width. Og þá er það eitthvað 800 eða 900 pixlar sem átt að vera. Og þá segir það að þú mátt aldrei verða breiðara en 900 pixlar. Og þá núna ef ég stakka hérna og þá er þetta, og svo út af því að við skoðum umsíðuna, þú veist, þá er þetta allt í lagi út af því að ég sagði ekki max width, ég sagði max width en ekki width, sem þýðir þá að þetta tekur aldrei meira pláss er. Þið getur hugsað um þetta eins og í stærðfræði, þetta er bil frá bara 0 og upp í, þú veist, bracket hérna, 0 upp í 900 pixla. Ég far aldrei yfir 900 pixla, en ég fer alltaf undir 900 pixla niður í 0 pixla. Var þetta í martröð á fólki skjáðaði stærra? Já. Já, þú veist, jú, þetta mun vera svolítið svo krækibri helviti, að það er einmitt, þú veist, responsive er ekki bara að hugsa um það hvernig þetta lítur út á litlum skjám, heldur líka hvernig þetta lítur út á risastórum skjám. En við höfum eftir að skoða það. Þannig að við erum komið með þetta hérna og núna er þetta orðið hérna, en segjum svo, ok, ég er með þetta, ég veit að ég er með 4K skjá, þannig ég ætla bara að vera með þetta 600 pixlar, bara nice. Þá vantar svona eitthvað padding hérna, þannig að þá get ég farið og sagt á body til dæmis, einhvers staðar er með body hérna, það er ekkert body, þannig ég ætla bara að setja hérna body og ég ætla að setja padding left 1 rem og padding right 1 rem. Þá sjáum við hérna að við nú fáum við í raun svona andrými vinstra megin og hægra megin sem að passar upp á það að textin leggst aldrei alveg upp í vafran. Og svo náttúrulega er ég með þessa liti sem gera verkum að þú veist, þetta lítur náttúrulega vitlaust út, en ef ég fjarlægi núna allt þetta background color dæmi sem ég hef bara til þess að svona, það eru mismunandi leiðir sem þið ætti að finna til þess að finna boxin sem við erum að vinna með, réttirningarna sem við erum að vinna með. Þið getur notað outline, background. Hvað segirðu? Command backspace. Og svo er ég með hérna option shift niður, duplicate þú veist, line. Og svo hérna command control til að búa til multi-cursor. Já. Ok, ég var allavega að vara að eyða þessum litum, þannig að þá núna, þetta er í áttina, þetta er betra en við byrjuðum með. Við getum kannski hérna sett hérna það sem að vantaði upp á hæðina og setja á nav, height, og hérna viljum við fastsetja hana, af því að, þú veist, það er bara krafa, height 4 rem, herri, ég er að halda ykkur alltaf lengi, og setja border, bottom, 1 pixel, solid, svartur og þá hérna, nú fyrir þetta að leka í gegn, við þurfum líka að setja background, color, hvítan. Ég ætla að senda þetta allt. Eða hvað? Jú, ég sendi þetta allt. Þannig að þið sjáu hérna, þá er núna, þetta er bara orðið nokkuð gott. Þú veist, þið eru rétt að letugerð, en þú veist, þetta er alveg í áttina. Þetta er farið að líta svona. Þannig að þið haldið áfram með þetta núna, þeir eru búin að klára verkefni 2, en þá sjáu þið líka, ef þið eru eitthvað að dúlla ykkur við verkefni 2 í vikunni, þá er það að fara að skera inn tíma sem þið hafið til að vinna þetta verkefni. Þannig að þú veist, þið þurfa að vinna þetta svolítið hratt. Þú veist, timeboxið ykkur, segja, ég ætla bara að klára þetta verkefni og ég ætla að halda áfram, ég ætla að fara í næsta verkefni. Þú veist, ekki vera eyðilöngum tíma, þegar þú veist, þetta eru 10 svona verkefni og þau taka tíma. Þannig að nú kemur þetta sem ég sagði í fyrsta tíma, varúð. Verkefnin taka langur tíma í þessum kúrs. 14 tímar á viku sem ég hef verið að allokera í þennan tíma. Nú er búin að éta of mikið þennan tíma og ég segi takk í dag.